Komið sæl, þetta Ísland í dag. Við ræðum efnahagsmál við forsætisráðherra eftir augnablik og athugum hvað Íslendingurinn á götunni hefur þau að segja, sem og ástandið á sinni eigin pingju. Svo bönkum við upp á Íslendingablokki í Kaupmannahöfn, en svo virðist sem Íslendingum þykir betra að hafa landa sína við höndina þótt út fyrir landsteinana sé komið. En við byrjum á efnahagsmálunum sem hafa verið rædd í allan dag á Alþingi. Þingmenn hafi ekki sleppt orðinu síðan Geir Haarde forsætisráðherra steig úr pontu eftir hádegi, eftir að hafa flutt ræðu sína sem fjallaði efnahag þjóðarinnar og ekkert annað. Hann sestur hjá Svanhildi. Velkomin Geir. Takk. Við skulum bara byrja á þessu fyrsta, því að við tölum nú talsvert kreppu, en þú sagðir í dag að það væri mikilvægt að greina aðstæður rétt, að þessar aðstæður birtist okkur í krefjandi verkefni en ekki neyðarástandi eða raunverulegu kreppu. Nákvæmlega bara að spyrja þig, hvernig skilgreinir þú kreppu? Það má sjálfsagt alltaf deila það hvaða orð eru notuð yfir tiltekið ástand. Ég var að vísa til raunverulegra kreppu eins og Íslendingar kynntust á 20. öldinni, kreppan hér fyrir stríð til dæmis. Auðvitað ekki þetta að bera þetta saman. Ástandi núna er þannig að lífskjörin í landinu eru þau sömu og svipuðu þau voru hér fyrir 2,5 ári síðan. Þá voru þau talin nokkuð góð, meira að segja voru þau þá betri en nokkuð tíman áður. Við erum núna komin á það stig. En auðvitað erum við núna komin í varnarbaráttu. Við erum að sjá fjöldauppsagnir, það eru bara í síðustu viku var sagt upp yfir 400 manns. Myndið þú ekki telja að þetta væri merki það ákveðið neyðarástand? Nei, neyðarástand er ekki rétt orðið á þessu stigi og okkar verkefni er náttúrulega að afstýra því, komið vekk fyrir að verði neyðarástand. En það greinist að fyrirtækin eru komin í mjög mikla varnarbaráttu. Þau eru mörg hver að setja sig í þær stellingar að geta varist erfiðleikum með því að segja fólki. Það er ekki víst að allir missi vinnun á endanum, mér skoðst ég vona maður það, en atvinnuleysi í landinu er ekki nema 1,1 eða 2%. Það er ennþá mikil þensla, við sáum það á tekjum ríkissjóðs. Þannig að enn sem komið er þetta ekki orðið að neitt kreppu eða fáraviðri, en við þurfum að gæta að okkur, það er það sem ég var að segja í dag. Það má búast við því að kjörin versni, eitthvað umfram það sem nú hefur þegar gerst. En auðvitað eru við þannig í stakk búin sem þjóðfélag og efnahagskerfi að við náttúrulega munum sitja á okkur það er aðstæður og sækja svo fram á nýjan leik. Fyrst við erum farin að tala um fyrirtækin og varnarbaráttu þeirra. Þá langar við til þess að sýna þér hérna lista sem ég er með yfir 11 fyrirtæki. Þetta eru fyrirtæki sem valin eru, við getum sagt af handahófi. Þetta eru tölur, við skulum bara fá upp þennan lista. Þetta eru tölur sem við tókum saman eftir milliuppgjör. Þetta er staðan eins og hún var eftir fyrstu 6 mánuði ársins, og ef við fáum þetta þannig sjáum við þetta að þetta eru 11 fyrirtæki, þau skulda hátt í 1800 milljarða, eigið þeirra er 483 milljarðar, tekið tillit til viðskiptavildar, sem þýðir það að þau eru þetta misjafnlega stödd þessi fyrirtæki, en þau eru með það bil 4 sinnum meiri skuldir heldur en eigið fé, og ef maður tekur viðskiptavildina frá þau eru konið neikvæða eiginfjárstöðu. Hvað segir þú þessar stöðu þessar fyrirtæki? Getur maður ekki eiginlega sagt að ef þessi fyrirtæki rúluðu öll yfir þá er Ísland háð gjaldþrota? Já, ég held nú ekki að þessi listi sé valinn af einhverju sérstakri tilviljun eins og þú sagðir, því að þetta er ábyggilega skuldugustu fyrirtæki landsins. Það eru mörg fyrirtæki sem eru í svipari stöðu á þessi. Ég ger ekki lítið eru þarna mikil vandamál framundan fyrir stjórnendur þessara fyrirtækja, og þetta er það mikið hagsmunamál fyrir okkur sem þjóð að fyrirtæki að borð við þessi hér komist gegnum sína erfiðleika, og það er eitt af því sem við höfum náttúrulega verið að gera hér. Við höfum til dæmis verið að lækka skatt á fyrirtækjum, við höfum verið að grípa til þess. En hvað gerist ef að fyrirtæki sem var skulda hátt í 800 milljarða, hvað gerist ef þau rúla yfir? Það er þarna fyrirtæki sem eru komið með eiginfjárstöðu sinna niður í 1 á móti 75. Ég held að það sé afar fjarlægur möguleiki að þessi fyrirtæki fara öll á hausinn samtímis. Ég vil nú ekki gera því skóna. En svo skulda þeir náttúrulega íslensku bönkum heilmikið, þannig að það gæti komið upp á ákveðin pattstaða. Auðvitað hanga hlutirnir saman og bankarnir hafa lánað íslenskum fyrirtækjum mikið, margt af þessu er eflaust líka erlend lán. En auðvitað felst alltaf áhætti í því að lána í atvinnurekstur, það vita bankarnir auðvitað manna best, en ef ekki bara vona það að þeim takist að vinna sig út úr þessu. En ef þeim tekst ekki, hvað getur íslenska ríkið gert? Þú getur ekki spurt mig. Hvað gerðu þið til dæmis ef einn af stóru íslensku bönkunum fari rúlað yfir? Það er bara eins og við sjáum með Hróarskeldubanka í Danmörku daginn. Hvað getur íslenska ríkið gert, segjum bara ef Glitnir fari á höfuðið? Nei, þetta er þetta spurning sem ég get ekki og vil ekki svara. Ég tel heldur engar líkur á því að neitt af stóru bönkunum okkur heldur ekki þeirri litlu fara á hausinn við það.
Það held ég langt í land og af og frá að það gerist. En við sáum að margir af bönkunum, eins og tala litlu bönkunum, eru í mjög miklum erfiðleikum. Margir af sparisjóðunum eru eins og einhver orðaðan daginn konur á heljarþröm. Já, þeir standa misjafnlega vel. Kaupþing nú að gera samninga við tvo, að taka að sér rekstur Mýrasýslu sparisjóðsins og svo er sameining við Sporvon. Þetta er langt best að mál sem þessi leysist á hinum frjálsa markaði með samningum milli fyrirtækjanna ef að þess gerist þörf. En ég er sannfærður það að það verði ekki stórfellt áföll hér í fjármálakerfinu. En hávaxtastefnan hefur náttúrulega verið gagnrýnd mjög mikið. Hversu lengi heldur að fyrirtæki eins og þessi haldi úti þessari vaxtastefnu? Það get ég ekki fullyrt en því fyrir sem okkur tekst að nánuðu verðbólgunni, þeim mun fyrr fara vextirnir að lækka. Þess er það sameiginlegir hagsmunir allra að ráða að vinna bug á henni. Og hvernig ætlar nánuðu verðbólgunni? Það er náttúrulega megi markmið. Ef við náum hér stöðuleiki í gengi til dæmis, þá mun færast meiri ró yfir verðlagið og verðlagshækkanir. Og það nú það sem maður allir spá, að það muni frá með þessu hausti muni verðbólgan minnka og þar með aukast líkurnar á því að vextirnir lækki. Ég er með í höndunum spá það að verðbólgan verði komin á miklu viðráðanlegra stig strax fljótlega á næsta ári. En auðvitað verðum við að koma okkur í gegnum þennan kúf og allt sem að hjálpar við að öll atvinnuuppbygging til dæmis, allar ákvarðanir að nýta auðlindir og þess áttar, það hjálpar allt í þessu. En þú sagðir eitthvað mjög svipað þessu hjá okkur í vor. Síðan hefur ástandið nú ekki skánað og þú sagðir nú reyndar í mars og hlýtur að hafa séð eftir því nokkru sinnum að botninu væri náð. Já, sko, ég bara mat ástandið þannig þá. Ég, þarf ekki að sjá eftir neinu sem ég hef sagt. Maður metur ástandið á hverjum tíma með þær forsendur sem fyrir liggja og þær upplýsingar sem fyrir liggja. Við erum að gangi í gegnum verðbólgukúf. Við þurfum að koma okkur út úr honum. Við þurfum líka að koma í veg fyrir að atvinnuleysi verði hér viðvarandi vandamál og hér verði fjölda atvinnuleysi. Þá sé sameiginlegt markmið allra stjórnmálamanna á Íslandi. En við þurfum líka að ganga þannig frá hlutum að það sé raunveruleg starfsemi í hagkerfinu okkar, raunveruleg framleiðsla og hún geti aukist. Að það sé á bakvið allt þetta atvinnustarfsemi sem skapar verðmæti til útflutnings og til þess að greiða fólki laun og skaffa vinnu. En varaformaðurinn, hann hefur sagt að áherslu ykkur aðgerðir birtist í fjárlögunum í haust og það er kannski ekki óeðlilegt að segja það. Seðlabankinn er að reyna að slá á verðbólgu með því að hafa háa vexti og slá þannig á þenslu. En hvað ætlar ríkið að gera? Ætlið þið að draga úr útgjöldum í næstu fjárlögum og ekki vera með neina innspýtingu inn í atvinnulífið eða hagkerfið? Hvað ætlið þið að gera? Það kemur náttúrulega bara í ljós þegar fjárlagafrumvarpið birtist 1. október. En því hefur náttúrulega verið spáð lengi að í kjölfarið á þessari miklu uppþenslu og þessu hagvaxtarskeiði sem nú er á enda, að þá myndast halli á ríkissjóði. En þurfum að bíða í máli eftir að vita það hvort að þið ætlið að draga saman og minnka aðgerðir, því að Árni Matthíasson fjármálaráðherra sagði nú strax í síðustu viku að atvinnulífið myndi fá ákveðna innspýtingu frá ykkur. Sko, við vorum gagnrýnd fyrir það fyrir ári síðan að vera með mikla framkvæmdir á þessu ári, opinberar framkvæmdir, og auðvitað var það ákvörðun sem var rétt. Ertu þá að segja að þið ætlið að draga úr framkvæmdum á aðstæðum? Nei, ég er ekki að segja það, ég er ekki að segja neitt um það. Ég er bara að segja það að það er skynsamlegt að beita hagstjórnartækjum ríkisins til þess að vinna gegn hagsveiflunni, auka framkvæmdir þegar það er niðursveifla og draga frekar úr þeim þegar uppsveifla. Nú er niðursveifla, þannig að þá geta allir dregið sínar ályktanir. Þannig að þið viljið þá auka framkvæmdir en Seðlabankinn, hann vill draga úr framkvæmdum og hann í raun og veru kannski vill fá ákveðið kreppuástand til þess að ná niður verðbólgunni, ná verðbólgumarkmiðunum og koma þessu í ákveðið jafnvægi. Er þið þá ekki að togast á? Er þetta ekki bara ósamrýmanleg stefna? Það er að segja í ríkisfjármálunum annars vegar í peningamálastefnan hins vegar? Nei, það er ekki þannig og það er rangt að segja að Seðlabankinn vilji koma hér á kreppu ástandi. Seðlabankinn hefur hert tökin í sambandi við peningamálin til þess að vinna bug á og reyna að drepa niður verðbólguna í fæðingu, koma henni niður á viðráðanlegt stig sem fyrst og auðvitað getur það verið umdeild aðferð en úr því sem komið er auðvitað ekkit inn í myndina annað en að fylgja því eftir með þeim hætti sem gert hefur verið. En því fyrir sem við komumst í gegnum þann kúf, þeim mun fyrir verðbólgukúfin, þeim mun fyrir lækka vextirnir og þá geta eins og ég sagði í dag, maður búast við því að það sé betri tíð framundan.